Nei. Góðan daginn og verið velkomin í Heima Reykjavík. Þáttinn þar sem við tökum fyrir málefni sem að rata oft ekki í meginstraums fjölmiðla. Í dag verður þátturinn sennilega í svona styttri kantinum, en við ætlum að fjalla aðeins dropinn, eða droppinn, ég veit ekki hvernig ég vilja bera þetta fram, verkefni sem Efling að setja á stað. Hjá mér eru Magdalena Kwiatkowska, starfsmaður Eflingar, og nú er dóttir með Anna Gunnhildur Ólafsdóttir, sviðsstjóri hjá Eflingu. Það er aðeins að segja okkur frá þessu spennandi verkefni og Laufey Ólafsdóttir er mér til hals og traust að vanda. Við erum velkomnir og hvernig hafið þið það? Hæ. Bara mjög fínt sko, Okay. nóg að gera hjá okkur náttúrulega sem er ágætt en því miður kannski kemur ekki til af góðu. Nei. Þannig En getið þið áður en við tölum svona nákvæmlega hvað er að fara að gerast, getið þið sagt mér svona aðeins svona hvernig hugmyndin að þessu var til, þessu verkefni sem mér finnst mjög spennandi? Já, góð spurning. Við náttúrulega horfðum fram á það snemma í vor að fólk var mikið að leita til okkar í framhaldi af alls konar COVID-hremmingum og okkur langaði svona til þess að svona taka á móti fólki og gefa því bæði svona praktísk ráð og ekki hvað síst svona bara styðja það og styrkja. Og við erum náttúrulega næst fjölmennasta stéttarfélag á öllu landinu með 27.000 félagsmenn og yfir 50% af erlendum uppruna. Þannig að við vorum að hugsa eitthvað uppbyggilega samveru og í rauninni svona kósí stað til þess að koma saman og svona styrkja tengslina því að það verður náttúrulega aldrei of metið sem er bara það sem að maður lærir af næsta manni og einhvern veginn hvernig fólk getur einhvern veginn styrkt hvert annað. Ég tala nú ekki þeirra móti blæs. Þannig að það var svona upphaflega pæling og svona pæling hvað við getum gert og þá fórum við að spá í einhverju svona yfirheiti og hvað þetta væri. Jú, þetta er eitthvað svona innlit og hvað er það á ensku, það er drop in og svo einhvern veginn horfðum við á þetta og hugsaðum það er þetta að lesa þetta líka dropinn, kaffidropinn til dæmis. Þannig að það bara var einhvern veginn upp úr einhverju svona óformlegum samræðum. Þetta er virkilega spennandi. Segðu mér aðeins frá bara hvað í hverju felst dropinn eða droppinn. Hvernig var þetta að segja droppinn? Bara alveg eins og vilt. Magdalena, þú kannski segir þeim aðeins hvað það er sem er á dagskránu. Við erum náttúrulega ekki búin að fylla alla dagskrána. Við erum á 50 dögum núna frá næsta 50 degi, frá 10 til 12 og erum alveg fram til loka nóvember, en við erum ekki búin að fylla nema út október, af því við vildum líka vera svolítið sveigjanleg og taka inn svona það sem að kannski er að gerjast í samfélaginu líka, vera ekki ofplanaðar. Já, nákvæmlega. Fyrst sem er á plani heitir þetta Ertu í atvinnuleit og þá erum við á dagskrá með Ingibjörg Ebbu sem er ráðgjafi virk og sem búin að vinna í Vinnumálastofnun. Þannig hún sækir svona réttindi frá Vinnumálastofnunni og þú veist, hún alltaf spjalla líka með svona svar og spurningar fyrir fólki sem eru í atvinnuleit. Og já, plani er til eitthvað enda október og það er yoga og svona sjálffræði, alls konar svona hugmyndir. Og hugmynd er til að sjá hvernig snúist þetta og hversu margir myndi mæta og hvað vilja fólki sjá líka. Þú veist, svona. Við vorum að senda líka svona spurningar einhver tíma, þú veist, hvað er þörfir, hvað myndir þú að Efling myndi gera fyrir þig og það var eitthvað svona, ég var til að læra hvernig á að skrifa CV, ég var til að, þú veist, sjá hvernig hvar á ég að leita vinnu og eitthvað svona. Svo eru fólki núna líka að hringja með þetta, við erum að senda bréf
þetta dropinn og svona, svo eru þau að hringja, viljið þið hjálpa mér að finna vinnu, virkar það þannig, má ég koma og spyrja nokkur líka spurninga svona eflingu og réttindi á þessi dropinn og áðvita það hægt að koma og hlusta á svona fræðslu, áðvita að það hægt að koma að hafa svona aðstoð og spjall og ég með svona góð dæmi einhvern tímann á trúnaðarmannafundi. Það kom stelpa sem missti vinnu, nýbúin að missa vinnu í hótelnum og hún var svona, hún vildi ekki tala og var svona stróleg og á trúnaðarmannafundi þá heiti hún stelpu sem vissum einhver sem var með vinnu eitthvað staðar. Þannig á endanum labba hún svona, með brosi út trúnaðarfundi að hún kannski getur að finna annað vinnu, hún búin að tala við okkur svona réttindi og hún búin að spjalla við stelpu sem ef hún myndi ekki mæta á þessu fundi eða mæti ekki hinga þá myndi hún kannski vera eitthvað heima með eitthvað svona dónalega skapi En það má kannski taka það fram líka að þetta í rauninni opið algjörlega fyrir Eflingafélagið, þannig að ef einhver kannski vaktavinnu og vilja koma þá þeir velkomnir eða eru kannski ekki að vinna, eru í veikindafrí eða eitthvað svoleiðis. Og í rauninni skiptu þessu svolítið í tvennt að þarna klukkan 10 eða rétt upp úr 10 þá fyrirlestur og við ætlum að taka upp fyrirlestrana þannig að það verður að horfa á þá seinna líka. Og svo þegar fyrirlesturinn búinn þá í rauninni hætti streymið og þá bara svona spurningar og rapp og svoleiðis. Og svo erum við auðvitað með kaffidropa og erum við ekki með veitingar líka, Magdalena? Já, við erum með veitingar, eitthvað smá morgunmat og eitthvað svona, allt sem hægt á COVID-tímanum sem sérbakað og... Já, og við erum uppi á 4. hæðinni í Guðrúnartúni 1 og ég veit að Magdalena og Fríða og þær eru svona fræðsluhópurinn okkar, þær eru búin að fara upp og gera svolítið svona kósí uppi. Af því þetta náttúrulega svona dæmigert svona skrifstofu húsnæði eitthvað. Þannig að þetta svona hugmyndin að þetta sé bæði svona praktísk fræðsla og líka svona sjálfsstyrking, svona eins og sjálfsumhyggja og þvíumlíkt. En svo erum við náttúrulega líka með námskeið sem heita Aftur í vinnu, sem eru 4 svona 2 tíma námskeið tiltekna þætti í atvinnuleit og alveg frítt og við erum að vinna í samstarfi við Mými og það var fyrsta námskeið að fara af stað í dag. Þannig að það svona fleira sem við erum að gera. Við verðum líka með viðburð í nóvember sem heitir Okkar á milli, þar sem að konur af erlendum uppruna segja svona frá reynslu sinni af því að fóta sig á íslensku vinnumarkaði og hvernig þær hafa svona haft áhrif á sínu vinnustað eða tekið þátt í svona samfélagsumræðu. Þannig að þetta svona margþætt sem við erum að gera og við erum í rauninni bara alltaf að hugsa hvað við getum gert betur og erum þetta mjög þakkláta fyrir fleiri ábendingar og erum bara með prógram fram að jólum, þannig að við viljum endilega bara heyra í fólki hvernig við getum einhvern veginn komið til móts við það. Er það ekki, Magdalena, að bara fá ábendingar frá fólki? Já, ég er sammála. Já, við erum alveg bara open og við viljum hjálpa og viljum gera eitthvað breyta prógrami eða bæta eitthvað við sem þarf. Þannig prógram til október úti, við erum að bíða fyrir svari frá fólki og við viljum sjá hver að mæta, hvers margir eru að mæta. Ef við þurfum að bæta, við erum með 1 stórrými, kannski þurfum við að bæta 1 herbyggi í viðbót, það við erum open með því líka. Hvernig væri best að hafa samband við ykkur ef maður með hugmyndir varðandi dropann eða annað slíkt? Er það bara efling eða bara hringja í símanúmerið? Já, hvort tveggja bara jafn gott og þá fáum við erindið og höfum samband við viðkomandi. En eins og við töluðum um áðan að þá eru þetta verkefnið mjög knýjandi og við sjáum það til dæmis á bara því fyrir hversu marga Vinnumálastofnun að borga
inn til efningar iðgjöldin og þetta hafa verið svona frá kannski 1500 til 2000 manns og svo erum við með apríl á þessu ári að þá borgað fyrir sko 7248 sem þetta bara geggjuð tala en þar inni bæði atvinnuleysisbætur og hlutabætur. Þannig að sem sagt, af 27.000 manns þá eru 7.000 sem að borga af fyrir í gegnum Vinnumálastofnun í apríl. En svo hefur þetta hlutfall farið lækkandi þannig að núna eru borguð iðgjöld fyrir tæplega 3.500 manns en það þá fólk sem í rauninni hlutabótaleiðin náttúrulega svona smám saman að detta út og þetta mikið atvinnulaust fólk. Við sjáum það að það mjög hátt hlutfall af erlendum konum í þessum hópi og það kannski hópurinn sem við erum svona kannski að horfa svona sérstaklega á. Mikilvægt að halda utan um fólk og ég get nú bara að tala frá eigin raun að hafa verið atvinnulaus að það það sem eitt af því sem mikilvægast að halda sér í virkni, gera eitthvað sko. Ekki detti Netflix í hádeginu endalaust sko. Þess vegna fannst okkur hæfilegt að byrja klukkan 10 að það væri ekki eftir hádegi heldur stuðlaði að því að fólk svona kæmi sér á stað á morgnana. Já, og eitt sem ég get bætt við fræðsla á íslensku en það þýtt á ensku en auðvitað verum við á staðnum til að hjálpa að túlka kannski á pólsku sem ég get gert eða eitthvað svona hjálpa skilja. Verður textatúlkun á skjá? Textin verður, já, á skjánum. Já. Og við erum með bæklinga hjá okkur og það verður starfsfólk sem að veitir upplýsingar og svo framvegis. Þannig að við erum í rauninni, Efling þetta félag fólksins og við sem störfum fyrir Eflingu erum bara til þjónustu reiðubúin og gerum bara það sem við getum gert til þess að stappa stálinu fólk og hjálpa því svona praktískt eins og við bara mögulega getum. Og við munum líka auðvitað kynna félagið og það kannski ekki allir sem áttar sig á því að sem sagt, það eru svo margir svona styrkja möguleikar og þó að fólk sé sem sagt, atvinnuleitendur og ef að sem sagt, Vinnumálastofnun að borga fyrir það að það áfram rétt á til dæmis líkamsræktarstyrk og það hægt að nota hann til dæmis til þess að kaupa hjól. Það kannski ekki allir sem áttar sig á því og það eru gleraugnastyrkir og svo framvegis og svo náttúrulega orlofshúsin, það má ekki gleyma þeim og þau hafa verið svakalega vinsæl núna. Ég held að þetta hafi bara verið, ég var að tala um Svenn daginn, þetta væri bara, hann sagði að þetta væri bara algjör sprenging og núna ég vetum alveg búast til því að margir vilji einmitt komast í húsin bæðum helgar og virka daga. Þannig að alls ekki. Já, akkurat. Það náttúrulega fara að glæni hús í Stórafljóti, þannig að það að gera að nýta sér þetta, skoða bara hvað maður á rétt á og vera duglegur að sækja Til Mínasigur kemur. Já, það til að Mínasigur, já. En öll fræðsludagskráin náttúrulega í fræðslublaðinu okkar og það hægt að nálgast fræðslublaðið á heimasíðunni ef maður hefur ekki fengið blaðið heim eða óska eftir því heim en það fer til félagsmanna akkurat núna þessar myndir. Þannig að það fullt á dagskrá og til dæmis einmitt á 5. þegar við byrjum dropan að þá líka námskeið skattaréttindi á ensku. Þannig að það starfslokanámskeið og ýmislegt annað sem við mælum með að fólk kynni sér. Við ætluðum að byrja kór núna í haust en þurftum því miður aðeins að seinka því það var pínlítið flókið svona tæknilega séð en það langt í frá að við séum einhvern veginn hætt við. Það náttúrulega gerist ekki. Þetta er svona pínu svona vísir af svona alþýðuhússtemmingu svona eins og var í gamla daga fyrst mér þessi dropinn og þessar pælingar með kórinn og svona, mér finnst þetta mjög skemmtilegt. En ég að spá, ég hafi þetta ekkert mikið lengra hjá okkur í dag.
þar sem að ég persónulega svolítið mikið tímabundinn, að mæta á borgarstjórnarfund sem rosa gaman. Þannig að mér langar bara að þakka ykkur kærlega fyrir. Anna Gunnhildur Ólafsdóttir, Magdalena Kvíðarkoska fyrir að koma og tala við okkur í dag. Þetta virkilega áhugavert. Við setjum hlekkinn á fræðslublaðið með þætti dagsins og þetta virkilega spennandi og ég hvet alla eflingameðlimir sem sjá þetta myndband að kíkja við í félagið ykkar. Takk fyrir mig. Takk, já, ekki vera feimin, bara mæta. Mæta bara. Mæta bara. Nóg bæklingum, blaði og bara alls konar, morgun mat og kaffi í boði, þannig. Takk fyrir. Takk. Bye.